samstarf svo þeir sem hafa lent í áföllum eru líklegri til að reyna og við erum með tengt því að vera einhleipur eða í samkvæmi og tengist efnum við þarna vonandi. Þú tengir það við það bara að klána. Það ekki fyrir. Það byrjað? Já, með kossi veku. Þú var að fara með það 4 sinnum og þá verður þetta að byrja. Bara gefur mér thumbs up þegar við byrjum. Komið öll sæl og blessuð og velkomin á þennan 7. fund heimilis heimsmarkmiðana í Hannesarholti. Eins og glöggir áhorfendur hafa kannski tekið eftir, þá er ég ekki Elísabet Jökulsdóttir. Hún forfallaðist því miður og gat ekki verið með okkur í kvöld. Þannig bara mín er ánægjan og heiðurinn að fá að stýra þessum fundi í dag. Þú ert ágætur samt. Þakka þér. Já, við ætlum að ræða það mikilvæga málefni geðheilsu forvarnir og svona allt geðheilsu á 1,5 tíma. Já, eitt af markmiðum í heimsmarkmiðunum er góð heilsa og vellíðan og forsætisráðuneytið hefur tekið saman gögn frá Hagstofunni og hefur verið að meta hvernig okkur gengur sem þjóð að ná þessu markmiði. Okkur hefur gengið ágætlega vel, segir forsætisráðuneytið. Það var gefin út skýrsla í fyrra þar sem voru borin saman álit stjórnvalda og frjálsra félagasamtaka. Það var aðeins munur á þeim á þeirri útkomu. Félagasamtökin segja við stöndum okkur ekki eins vel og stjórnvöld segja, en bæði þó stjórnvöld og frjáls félagasamtök segja að geðheilbrigðismál séu eitt af aðalmálefnunum þegar kemur að heilsu þjóðarinnar. Ég ætla aðeins að fara yfir, ég tók saman nokkra tölfræði, ég elska að kíkja inn á vef Hagstofunnar. Það er hægt að finna ýmislegt þar. Til dæmis þá hefur áfengisneysla, óhófleg áfengisneysla, hún hefur aukist á Íslandi á síðustu 10 árum 0,7 lítra á mann. Þunglyndiseinkenni hafa lækkað hins vegar á sama tíma, en það var bara tölur til 2019, en það var náttúrulega ekki COVID inn í því. Svo eru sjálfsvígin, þau voru 47 í fyrra, þau voru hins vegar 50 árið 2000, þau voru líka 47 árið 2020 þegar COVID stóð sem hæst. Svo er náttúrulega gerður greinamunur á sjálfsvígum og lyfjatengdum dauða og það voru aðeins færri en 35 í fyrra. Við erum oft talin glaðlyndasta þjóð í heimi. Á mörgum listum erum þar efst með Finnum sem er náttúrulega þekktir fyrir að vera hressir og skemmtilegir. Við eigum líka Evrópumet í notkun geðlyfja. Kannski er það ástæðan, en hver veit. Já, við ætlum að fara yfir nokkrar spurningar. Við ætlum að varpa þeim fram í salinn í byrjun, svo heyrum við í sérfræðingunum og svo ræðum við þetta mál á eftir. Náttúrulega okkar eigin heilsa er okkar ábyrgð. En hvernig styðjum við hvert annað í geðheilbrigðismálum? Hvernig hafa okkar náin samskipti við okkar nánustu áhrif á geðheilsun okkar? Hvernig hafa samskiptin okkar bara út í samfélaginu áhrif á geðheilsun okkar? Það hefur talað mikið að umræðan í samfélaginu sem orðið miklu harðorðari og erfiðari. Hefur það áhrif á geðheilsu þjóðarinnar?
Af hverju hugsaum við ekki geðheilsuforvarnir eins og líkamlegar forvarnir, svona í líkamlegri heilsu? Af hverju gerður þessi greinamunur á geðheilsu og almennri heilsu? Ég ætla kannski að kynna panelinn. Hérna Ólafur Þór Ævarsson, geðlæknir og stofnandi Streituskólans. Hann líka ráðgjafi hjá Heilsuvernd og hefur lagt mikla áherslu í sínu starfi á kulnun, geðheilsuforvarnir og viðbragð við streitu og hvernig við dílum við streitu. Og svo það Tómas Kristjánsson sem sálfræðingur og lektor í HÍ og kemur hingað sem sálfræðingur frá Pieta-samtökunum sem vinna mikilvægt forvarnarstarf gegn sjálfsvígum og sjálfsskaða og styðja svo líka við aðstandendur. Og svo það Svava Arnardóttir sem formaður Geðhjálpar, iðjuþjálfi. Hún kláraði nýlega meistaranám í fötlunarfræðum. Hún fulltrúi í geðráði og meðhöfundur bókarinnar Boðaföll sem fjallar sjálfsvígsforvarnir. Þannig að ég með alveg stórskótalið sérfræðinga hér í kvöld. Byrjum á þér, Ólafur. Hvað segir þú þessi mál? Já, áður en ég fær spurningar það hvernig maður fór tíma hjá geðlækni eða ónotkun lyfja, þá ég tek það gjarnan á eftir. En þá vil ég fara í bjartsýnisgírinn vegna þess að þetta svo mikilvægt efni sem þú tala og ég svo þakkláttur að fá tækifæri að tala þetta vegna þess að ég tek eitthvað út úr mínu fagi sem nýjast og mest spennandi, heyrið alveg í mér, að þá það einmitt þetta að skipta þess ekki í þetta allt saman ein heild og að hvað samskiptin dýrmæt. Og ef ég tek bara eitthvað svona smá dæmi úr fræðunum að þá meiri ákveðin í því núna að tala heilsu sem í einhverju þrískiptingu, líkamlega, andlega og félagslega. Og við getum talað alltaf mikið félagslega heilsu á eftir að því þar samskiptin. Og að þegar verður að rannsaka heilan, þetta sérstaklega í rannsóknum sem núna gerðar í Bandaríkjunum yfir stærstu háskóluna þar, að þar svona vísindamenn í teymum sem að koma frá fræðigreinum sem að kunna taka myndir af heilanum og það komna svo margar aðferðir til að skoða inn í höfuðið án þess að opna og sérfræðingar í hormónum og sérfræðingar í samskiptum að þá falla einhvern veginn púslinn saman að við erum hönnuð til þess að vera í samskiptum. Og við heyrum þetta ofta að við séum félagsdýr og flokkstýr en við hugsum einhvern veginn svo undarlega lítið þetta. Og bara ef ég tek eitthvað dæmi að það til taug sem heitir taugin viðförla sem kemur eina heilataugunum og hún fer frá heila botninum gegnum smá gat á kúpunni og svo heldur hún bara áfram í gegnum líkamann. Og mér og Hrefnu við erum ekki mjög gömul og okkur kennt þetta að vera meltingataug en það bara ekki rétt. Þetta bara samskiptataug og hún kölluð á ensku núna the love nerve og þið sjáðu mér að koma tilboð vagusmeðferð, þetta heitir vagus á latinni og svo hormónin, það alls konar hormón sem maður heyrt eins og til dæmis enn og aftur okkur kennt mjólkurhormónið sem fer í gang þegar barnið kemur á brjóst og hjálpa til við mjólkurframleiðslu. Þetta ofboðslega áhrifaríkt hormón í að tengja okkur saman. Það vinnur í því að undirbúa okkur fyrir samskipti, þekkja betur fólk og vera liðlegri í samskiptu. Og þetta fer í ganga eins og við vitum nokkuð þetta og þetta tengist streituhormónunum og ég get bara sagt ykkur eitt dæmi að það sálfræðingar í þessum rannsóknarteymum, þú þekkir þetta og það voru teknir kallar og þeim var sagt að þeir var að fara í rannsókn hjá sálfræðingi og hún var forkunnarfögur og með svona djúpa líningu og stutt pils og þeim var skipt í 2 hópa og annar hópurinn fekk sprey í nefið með ákveðnu hormóni sem hefur áhrif á hegðun og þeir sem fengu spreyið þeir reyndu allir við hana og sálfræðingarnir voru alveg eyðilagðir að eitt hormón gæti haft svona mikil áhrif. Svo þeir prófuðu þetta aftur og þá voru 2 hópar af körlum og þeir fengu allir sprey
en helmingurinn var giftur, annar hópurinn. Og þeir sem voru ógiftir, þeir reyndu að fá símanúmerið og reyndu að færa sér nær henni og svona. En þeir sem voru giftir, þeir voru svona andsnúnir. Þeir voru fúlir við hann og færðu sér fjær. Það segir okkur að aðeins ofar í heilanum eitthvað sem vitrænt og meðvitað sem að tók yfir stjórnina, sem betur fer. En þetta svona sögur það hvað við erum prógrammeruð. Og í heilanum er eiginlega fullt af öppum, erum við átt okkur á. Ég get sagt ykkur betur frá því og eftir. Allt þetta sem við erum að læra í nýju þekkingunni miðar því saman, að tengja okkur betur saman. Og svo virkar þetta líka öfugt að okkur líður betur ef við erum í samskiptum. En lykilorðið sem ég ætla að fá að koma að núna strax er þetta félagsheilsa og félagslega líffærið sem heilinn. Sem að við vitum, en samt einhvern veginn hugsum við ekki mikið þetta. Við erum meira upptökin af upphandlisvöðvunum eða rassvöðvunum í ræktinni og hvað það er. Heilinn þarna félagslega líffærið. Þetta eru rannsóknir sem að munu hafa verulega áhrif að bara hvernig við vinnum læknarnir og sálfræðingarnir, þeir sem eru í geðheilbrigðisfræðum á næstu áratugum. Þannig að Hannesarholt íþróttamiðstöð í þessu efni? Í raun. Já, í raun. Það pláss hérna í húsinu. En það tala ekki? Nei. Mjög áhugavert, við aldrei heyrt félagslega heilsu, en þetta rímar vel við allt sem við ætlum að tala í kvöld. Já, ég hef líka mikið, þú talar mikið samskiptum sem hönnuð fyrir samskipti. Já. Núna hafa samskipti aldrei verið auðveldari, en fólk tala mikið einsemd og félagslega einangrun sem hefur ekki verið mikið að tala áður. Bara skulum hafa það bak við eyrað og færum okkur yfir til Tómasar. Já, ég kem fyrir hönd Pieta, en maður getur sett marga hatta en þeir eru svona órjúfanlega blandast og hitt starfið mitt í Háskóla Íslands að kenna við sálfræðideild og að vera klínískur sálfræðingur á kvíðameðferðarstöðinni. Og ég hef sérhæft mig að vinna með einstaklingum í sjálfsvígshættu og eftir sjálfsvígstilraunir. Og við sjáum það, í sjálfsvígsfræðum sem að mætti segja væri ein alvarlegasta útkoma sjálfsvíg, væri ein alvarlegasta útkoma geðsjúkdóma. Það flestir geta tekið undir það. Að þar eru samskipti og sambönd, þau koma inn á öllum stigum. Við þurfum að líta á sjálfsvígsforvarnir og geðheilsu almennt held ég í 3 fösum sem eru órjúfanlegur hringur. Það ekki hægt að rjúfa hringinn á milli forvarna, inngripa og svo það sem heitir postvention eða viðbrögð eftir á. Sem forvörn, af því að við grípum ekki fólk, aðstandendur, fjölskyldumeðlimi, þá vitum við það bara að eftir að einstaklingur deyr í þeirra nærumhverfi, þá vitum við að þeir eru í aukinni sjálfsvígshættu, það sem eftir ævi þeirra. Þannig að viðbrögð eftir sjálfsvíg forvörn, með forvörnum þá fækkum við þeim sem þurfa inngrip og inngrip síðan forvörn, af því að við sjáum það að sömu einstaklingarnir reyna ítrekkaðar sjálfsvígstilraunir. Þannig að ef þeir fá ekki þjónustu í geðheilbrigðiskerfinu eða annar staðar, þá eru stórauknar líkur á því að þeir deyi í sjálfsvígi. Þannig að forvarnir, og mér finnst alltaf svolítið fyndið að tala þetta sem eitthvað aðskilið, af því að meðferð forvörn, viðbrögð eftir sjálfsvíg forvörn. Og svo það náttúrulega forvarnastarf. Við hjá Pieta og í mínu starfi á kvíðameðferðarstöðinni lítum einmitt á samskipti og sambönd koma inn á öllum þessum stöðum. Af því að við vitum það að einn mest vendandi þáttur fyrir sjálfsvígum góður félagslegur stuðningur. Hvað þýðir góður félagslegur stuðningur? Það eru samböndin sem við höfum. Það að við höfum fólk í kringum okkur sem annt okkur, sem við getum leitað til, sem við getum verið opin gagnvart. Þegar við erum komin á stigið að einstaklingur í sjálfsvígshættu og í meðferð við því,
þá alltaf liður í því sem við notum krísuplön þegar fólk í sjálfsvígshættu, nú bara plan, hvað ætla ég að gera þegar löngunin kemur til þess að deyja, og það alltaf inn í krísuplani samskipti. Af því að það að eiga samskipti, það hjálpar okkur að regulera tilfinningarnar okkar, að ná stjórn á tilfinningum, ná jafnvægi aftur. Og á undan því þá það að vinna okkar venjulega að fá einstaklinga til að opna sig með þessar tilfinningar og langanir gagnvart sínum nánustu, af því að það ríkir svo mikið skömm og fólk að því að það skömm, að því að þetta tabú, þá má ekki tala sjálfsvíg. Ég segi venjulega, ég tala mikið sjálfsvíg allstaðar og venjulega segi ég alltaf að ég tala sjálfsvíg allstaðar, hvort sem það skírnarathöfn eða fermingaveisla og fólk heldur alltaf að ég sé að djóka, en nei, bara ég tala sjálfsvíg allstaðar, af því að það má tala þetta og það verður að tala þetta, af því að það eina leiðin til að minnka skömmina. Þegar einstaklingur upplifir geðrænan vanda, og þá kannski sérstaklega, og ég þekki það allavega bara líka best, í sjálfsvígshættu, þá kemur þessi sjálfsásökun og þessi dómur og skömm og þá þorir hann ekki að segja neinum. Þegar við síðan vitum að það að opna á þetta, það vendandi þáttur. Það að hafa einstaklinga í kringu sig sem geta tjekkað á manni, geta séð breytingar í hegðun, geta tekið eftir því hvort að eitthvað sé í gangi, geta hjálpað manni að leita sér aðstoðar, geta jafnvel leita aðstoðar fyrir mann. Þetta allt vendandi þættir, en þeir ekki til staðar ef að við höfum ekki sambönd sem við getum reitt okkur á og ef við ekki að eiga í samskiptum. Og ég mjög til að koma inn á punktið þinn síðan á eftir hérna með aukin einmannaleika í þessum rosalega tengda heimi, en af því að það tengist þessu beint. Og við sjáum það, við viljum gera rannsókn á öllum skjólstæðingum sem hafa komið til Pieta síðan. Við hófum klíníska starfsemi 2018, Pieta-samtökin voru stofnuð 2016, en rannsókn og greining skoðaði all gögn frá 2018 til 2023 og það kemur í ljós þar að 2/3 skjólstæðinga okkar einhleypir þegar þeir koma. Og við vitum það að það einn stærsti áhættuþátturinn til að koma af stað sjálfsvígs löngunum, trigger, sambandsslit, skilnaður eða sambandsslit. Af hverju? Það að því að það þetta rof á sambandi, það rof á tengslum og við einmitt félagsvera og við þurfum þessi tengsl. Annar áhættuþáttur belongingness sem myndi þýðast sem að tilheyra. Við höfum þörf fyrir að tilheyra og ekki að tilheyra einhverju apparati eða einhverju ríkisbákni eða einhverju, það að tilheyra hópi af fólki og þannig að tengsl og sambönd við annað fólk grunnþáttur í okkar geðheilsu, grunnþáttur í öllu forvarnastarfi. Nú kom einn punkt í lokin, ég veit ekkert hvað ég búin að tala lengi, þannig að sorry ef ég búin að tala lengi. En að því að þú varst að tala af hverju við lítum ekki á geðheilsu eins og líkamlega heilsu og hvernig það svona komið mismandi fram með það. Ég elska tölur og það var rannsókn í fyrra í Indiana ríki í Bandaríkjunum þar sem þeir voru að reikna út kostnaðinn við ómeðhöndlaða geðsjúkdóma. Og ég yfirfæri þetta út frá mannfjölda og breytti dollurum í íslenskar krónur og þá ef að við erum í sambærilegum stað og Indiana sem hægt að deila það. En þá kostnaðurinn í íslenskum krónum á hverju einasta ári fyrir samfélagið út af ómeðhöndluðum geðsjúkdómum 37 milljarðar. Til samanburðar þá fara 40 milljónir á ári frá ríkinu í sjálfsvígsforvarnir. 40 milljónir og það 47 dauðsföll. Það fóru 750 milljónir árið 2022 í umferðaröryggisáætlun, sem gott, það mjög gott, en það var umferðarslys algengasta dánarorsök ungs fólks þangað til að við sem samfélag ákvaðum bara, nei, þetta ekki í lagi.
við settum fjármagn, við settum reglur, við jukum fræðslu á öllum stigum og viti menn, meðaltalið í kringum 10 búið að vera. Þetta slæmt ár, við erum í 13 núna, mjög slæmt ár. Við getum gert það sama en það þarf meira en 40 milljónir, það þarf meira en það að það séu ykkur félagasamtök eða 2 eða 3 sem að virkilega að taka á þessu málaflokki. Og ég veit að þetta ekki bara sjálfsvíg en það minn bara bakgrunnur og þannig bara, já, sambönd og samskipti eru grundvallarþáttur geðheilsu. Geðheilsa það svið, held ég, sem við getum ekki hunsað. Bara, við höfum ekki efni á því sem samfélag, hvorki bara í mannslífum, né fjárhagslega. Já, og ég held að það svona bara ljúki þessu í bili. En svo ég mjög til í að tala meira allt þetta. Takk fyrir það. Já, þú nefnir svo mikil skömm tengd sjálfsvígum og það mikilvægt að tala það. Kannski áhugavert, út í við hugsum ekki alveg geðsjúkdóma eins og aðra sjúkdóma. Það ekki skömm tengd því að deyja úr krabbameini og það væri fáránlegt að hugsa til þess að vera að skammast út í einhvern sem lætur lífið út af krabbameinsveikindum. En fólk á það til kannski að beina einhverju skömm að þeim sem svipta sig lífi og þetta náttúrulega bara sjúkdómur eins og hver annar. Svava? Já, hæ. Vel. Hvað má bjóða þér að vita? Já, þú hefur verið greinilega mjög virk í geðmálum. Já. Geðmálum þjóðarinnar hjá Geðhjálp. Það má alveg segja það. Ég bæði kem að þessu málaflokki sem einstaklingur með persónulega reynslu á eigin skinni og fór svo í menntun og félagsstörf til þess að bæta við mig og gefa af mér. Þannig að ég búin að vera að lifa og hrærast í þessu bæði sem starf og sem svona brennandi ástríða til fjölda ára. Þannig að ég eiginlega fæ aldrei nóg að tala geðheilsu og þetta svona, mér finnst þetta mjög áríðandi umræðuefni og ánægð að vera boðin hingað til þess að tala það. Ég hérna fyrir hönd Geðhjálpar sem að fagnaði nýlega 45 ára afmæli núna í byrjun október og eru landssamtök og ykkur öllum velkomin að taka þátt í starfi okkar. Starfið fyrir öll sem vilja stuðla að geðheilsu þjóðarinnar og við vinnum að réttindamálum, bættri þjónustu og að minnka vonandi uppræta fordóma varðandi geðheilbrigðismál. Þannig að það klárlega tengist því sem að búið að tæpa á hér í dag að það mikil opnun á umræðinni, það búið að taka stór skref í rétta átt held ég varðandi það að fólk aðeins viljura til þess að tala eigin líðan og það ekki jafn mikil skömm og áður en einhver síður eins og búið að nefna það svona eimir af sérstaklega varðandi svona krefjandi þungar líðan eins og það sjá sér ekki fært að lifa lengur sem að þungbært og kannski mörg hver treysta sér ekki til þess að taka þá umræðu. Þannig að það mjög þarft að opna á það. Talandi tengsl, að þá held ég að það skiptir máli að fyrir okkur öll að vita að ef einhver sem stendur okkur nærri opnar á slíkt að það aðalatriðið að mæta manneskjunni, vera til staðar og hlusta. Og ég þekki það eigin raun að svona fyrsta löngunin hjá mörgum að reyna að leysa málin og koma með ráð, óumbeðin ráð og bara ég laga þetta allt saman og leyf mér að leggja eitthvað til, hefur prófað að fara út að skokka og þú veist, ertu búin að taka út glúten eða eitthvað. En það ekki leiðin. Leiðin miklu frekar að vera til staðar, hlusta, ekki gefa óumbeðin ráð og gefa nægan tíma fyrir manneskjunum til þess að deila sínum tilfinningum og vangaveltum og einhvern veginn finna að ég ekki eini í þessum heimi og það einhver til staðar fyrir mig og ég mun ekki vera yfirgefin. Og vanalega finnur fólk einhverja lendingu og næstu skref í kjölfarið þegar þau finna svona, þú veist, það eitthvað undirlagin að það einhver til staðar fyrir mig og með mér í þessu. Þannig að mér langar svona að hvetja ykkur öll, hvort heldur sem hér í salnum eða horfi á streymi eða hlusti síðar, að vera óhrædd við að eiga þetta samtala, vera til staðar fyrir þau sem að skipta ykkur máli. Maður þarf ekki að vera með fagmenntun til þess að hlusta og sýna að við erum manneskjur sem umhugað hvert annað.
það þarf ekki, þurfi ekki allir að fara til sálfræðings eða einhverja annar fagstétta. Við erum öll með einhverja fagstéttir og einhverja gráður og annað. Það er bara mikilvægt að vita það að við getum öll verið til staðar og þannig myndi samfélagi vera bara betra fyrir okkur öll. Við myndum stuðla að geðheilsu og finna að það er eitthvað sem grípur okkur. Algjörlega. Já, þeir komið öll inn á að samskipti skipta mjög miklu máli í geðheilbrigðismálum. Og það sem þú varst að tala alltaf að geta tala við einhvern sé mjög mikilvægt. Við hugsa til grínista sem ég held mikið upp á, Maria Bamford. Hún er bandarísk og býr í Bandaríkjunum og hún er greind með geðhvarfasýki og bipolar 2 held ég. Og hún er mikið að kljást við sjálfsvígshugsanir og talar opinskátt það. Og hún er með svona ráð, hún skrifaði bók og hefur talað þetta að í Bandaríkjunum svo mikið af svona þjónustulínum, svona fyrir cable eða eitthvað svona, bara hringja í þá, hringi í bílaleigur og bara tala við einhvern. Það er svo mikilvægt og sérstaklega fólk sem kemur ekki með ráð. En Pieta er með símalínu, er það ekki sem er alltaf? Jú, opinn allan sólarhringinn, byrjaði 2020 og tekur á móti núna 5.000 símtölum á ári. Já. Og hefur bara í rauninni næstu tvöfaldast á hverju ári og svona sér ekki fyrir endan á því. En þetta er svo, bara hvernig þetta tengist allt, bara af því að þetta er nákvæmlega þetta að mæta manneskju af bara virðingu og væntumþykju og að besta ráðið, og þetta er ráðið sem að við gefum öll varðandi þegar ykkur opnar, og að besta ráðið sé ekki að finna lausnir, þetta er að hlusta. Og hvað er það? Það er samskipti, og að lendingin er að finna að það er einhver hérna til staðar sem eru samböndin. Þetta er svo fallegt og liggur svo, þetta er svo augljóst, en þetta er samt svona svo vanmetið og það er ekki talað nóg það Þannig að mér finnst þetta fallegt, af því að við erum einmitt öll, við erum öll manneskjur, þannig að við getum öll verið til staðar fyrir hvort annað og einmitt það þarf alls ekki neina menntun eða gráður til þess, það þarf að vera manneskja. Þessi 5.000 símtöl sem þið fáið, hvað er svo gert í kjölfarið? Það er mjög mismunandi. Sumir þeir sem að eru mettir í bráðri sjálfsvígshættu vísað áfram á bráðamóttöku geðsviðs eða á bráðamóttökuna. Það sýnir hvað er mismuninn á milli líkamlegu og geðrænu vandamáluna, að þú mátt eiginlega ekki vera í geðrænni krísu utan skrifstofutíma eftir 6, þá er bráðamóttaka geðsviðsins lokuð. En þá er bráðamóttakan í Fossvogi náttúrulega opin og því er vísað þangað. En ef að fólk er í hættu en ekki í bráðri hættu, þá fær fólk viðtal hjá fagaðila innan 2 daga hjá Pieta. Og það var fyndið þegar Pieta-samtökin voru stofnuð 2016 af írskri fyrirmynd, og hugmyndin er gjaldfrjáls, biðlistalaus geðheilbrigðisþjónusta þar sem við mætum fólki sem einstaklingum en ekki sem tölum í heimilislegu umhverfi. Við erum einmitt bara innan við 3 mínútna gangi frá Amtmannsstígnum og í bara íbúð í húsi, ekki á stofnun. Það er engin neonljós þarna inni, magnað, við getum starfað án neonljósa og hvítra veggja. En já, hvert var ég að fara, spurningin snerist eitthvað allt annað. Já, að þegar þau voru stofnuð, þá að þessi hugmyndum að mæta fólki sem manneskjum og að án kostnaðar, án stofnana umhverfis, án biðlista. Það var hlegið að þessum frumkvöðlum sem að hófu þetta, að því að það var sagt að það er bara ekki möguleiki að vera með biðlistalausa þjónustu, það er ekki möguleiki að það standi undir sér að vera með gjaldfrjálsa þjónustu. Staðan í dag er að þrátt fyrir að það hafi verið margföldun á hverju ári í aðsókn, komin yfir 700
eru 50 nýir skjólstæðingar á mánuði og yfir 700 einstaklingar sækja þjónustu á hverju ári, að þá hún enn biðlistalaus. Ef að fólk í vægari vanda þá er bið upp að mánuði núna, en það einfaldlega bara að því að við höfum ekki mannskapinn ennþá til að mæta aukningunni í aðsókn, en við munum laga það og það alltaf markmiðið. Það langar að spyrja þig, Ólaf, einna spurningar áður við förum opna í sal og líka fyrir þá sem að horfa á streymið sem geta sent inn spurningar. Þú talar að við séum með svona upp í heilanum og við séum félagsverur og erum þannig prógramuð. Nú samfélagið alltaf að breytast, stöðugt, það aldrei verið að breytast jafn hratt og nú. Það mætti segja að það sé verið að biðja okkur að uppfæra alltaf í nýjasta stýrikerfið, en við erum öll bara með IBM 5150 frá 1981 og þess vegna erum við að lenda í þessum vandamálum þó að samskipti hafa aldrei verið jafn auðvelt. Mér langar að spyrja þig, er þessi aukning í bæði fólk sem að sækja sér þjónustu og notkun geðlyfja, og er það út af því að, heldur þú að það sé út af samfélagsbreytum, eða erum við að tala opinskára þessi vandamál og fólk meira tilbúið að sækja sér þjónustu? Þetta bara mjög mikilvæg spurning og sennilega getur enginn en ef við tölum þennan einmanaleika fyrst, að ég held að heilinn sé og við sem verur, við erum með mjög mikinn og góðan aðlögunarhæfileika. Þannig ég held að við getum alveg tekist á við tæknibyltinguna og það fylgir ýmis vandamál, og eitt vandamál hætta á einangrun, af því að við sjáum það bara allir kringum okkur, og af hverju við notum meira lyfjum og það kannski ekki alveg eins mikið íslenskt fyrir bara eins og höldum. Þetta svo landráðum í kringum okkur, en í litla samfélagin okkar þá sjást þessar tölur skýrar. Það bæðir það að fólk kannski svolítið að missa, eins og gott sem þú sagðir, að það ekki alltaf að tala við fagfólki, kannski við pínlítið í sérhæfingunni og tækninni að missa svolítið trúna á mennskuna. Við höfum mjög góðan búnað til að takast á við sorg og hluta því einmitt samskiptin. Þannig að kannski eitthvað þar að okkur finnst við þurfa einhverja sérhæfingu, og svo kannski það nú svolítið íslenskt fyrir bara að fá snöggar lausnir, og það miklu auðveldar að fá bara eina töflu viðbót heldur en að fara í einhverja vinnu með sjálfan sig, og það samt ekki alíslenskt, og þetta hefur áhrif. Það er líka þetta með aðgengið. Það tímafrekt að fara í samtalsmeðferð og þess vegna oft nærtækara að nota lyfin. Og svo eitt þáttur í viðbót sem ég hef verið að hugsa mikið undanfæri, og ég vonist ekki að fara út fyrir efnið þar, að það þetta með lífsstílinn. Það einhver breyting á félagslega þættinum í lífsstílnum, en finnst ykkur það ekki raun og veru svolítið skrítið ef við hugsaum að við vöðum inn í þessa umhugsun og umfjöllun lífsstílinn, en lausnin hjá okkur ofta að taka töflur við lífsstílnum? Finnst ykkur ekki svolítið skrítið? Ég myndi gjarnan vilja fá að hoppa inn í þessu umræðu, því að ég tek undir með orðum mínum að ég held í rauninni að partur af vandanum sé sá að við erum búin að skilgreina vanlíðanina sem sjúkdóm, en horfum ekki á rót vandan sem að mögulega frekar rætur að rekja til samfélagsgerðar að mörgu leyti. Við erum að gangi gegnum jaðarsetningu, áföll, mismunun, fátækt. Það eru margir þættir, kynslóðarbundin áföll sem hafa aldrei verið gerðu, fólk með alls konar í farteskinu.
og svo kemur að því að þau get ekki borið þetta lengur og bogna eða brotna, þetta verður of mikið. Leita sér hjálpar, opna á líðan sína og fá þó skilaboðin: þú ert á einhvern hátt brotinn, ekki nógu sterkur, þú þarft að meðhöndla þig til þess að vera áfram í sömu aðstæðum og sama umhverfi og ekkert annað á að breytast. Það er eingöngu þú sem einstaklingur sem að vandinn er svona bundinn við þig. Ég held að þar þurfum við alveg virkilega að endurskoða svona áherslur sem samfélag og horfast í augu við að fólki sem er að lýsa þessari vanlíðan er ekki vandinn er ekki bundinn við þau sem einstaklinga. Heldur miklu frekar það að við þurfum að auka jöfnuð í samfélaginu, við þurfum að ganga í skugga að fólk hafi aðstæður þannig að það sé ekki að upplifa allir þessi áföll og einelti og svo framvegis, að það sé meira lífvænlegra fyrir okkur sem samfélag. Og það var minnst áðan á hraðan og tækniframfærinar, að ég horfi líka til þess að við nú dætti ég alveg út, afsakið en það er eitthvað með það samfélagsgerðin. Já, samfélagsgerðin að við viljum þetta quick fix og við viljum bara halda áfram en krafan er kannski ekkert eðlileg. Við erum búin að búa til eitthvað líf þar sem við þurfum að hlaupa sífellt hraðar, gera meira, standa okkur í öllum hlutverkum og öllum vígvöllum, sífellt meira, hraðar og betur, og ef okkur gengur illa með það þá á bara að meðhöndla það sem einstaklingsvanda. Mér finnst við vera að fara svolítið af leið þar og mögulega ástæða til þess að horfa frekar á rót vandans sem eitthvað annað heldur en einstaklingsbundna. En ef þú ert ekki að standa þig í þessu kerfi sem krefst stöðugra framfara og afköst, þá ertu brotin og þarft lyf til þess að geta framkvæmt þessi afköst. Já, og það er mögulega óþægilegt að horfast í augu við að fólk er að gangi gegnum alls konar erfiðleika og það er ýmislegt í samfélagsgerð okkar sem er kannski ekki lífvænlegt fyrir öll og þá er kannski þægilegra að líta svo á að það sé einstaklingsvandi, en það er ekki samfélagi sem ég vil lifa í. Ég vil miklu frekar finna leiðir þannig að við getum öll þrifist og vaxið og dafnað og liðið vel. Ég held við getum það. Það hefur verið svona gegnumgangandi rauður þráður á öllum þessum fundum. Ég hef sem sagt skipulagt alla þessa fundi og líka í bara heimsmarkmiðunum öllum. Þó þau nefna það ekki, þá er bara mín sýn á þetta að til þess að ná þessum markmiðum þarf kerfisbreytingu, bara í öllu, bara í umhverfismálum, í heilbrigðismálum, í bara öllu sem við erum búin að ræða um. Það bara virðist vera kerfið sem er að beina okkur í átt sem er ósjálfbær á umhverfislegan, efnahagslegan og félagslegan máta. En hvað segið þið hérna í salnum og þið sem heima eruð? Það sem við búin að ræða núna, hvað viljið þið bæta við? Samskipti, streita, gjörðu svo vel, þar kemur hérna míkrafón fyrir fólk sem í streyminu sem getur heyrt í þér. Já, það er ekki inn í kerfið, það er bara inn í Er lausnin þá bara að örva þessa flökkutug eða skreiðutug? Þá hverfur öll streita og vandamál? Já, og þú gerir það á hvernig degi og það sem getur truflað að maður gerir það er til dæmis ef maður er að drekka mikið áfengi, það er til dæmis ef maður er of stressaður, það er til dæmis ef maður er einangraður. Þannig að það er hægt að púsla þessu svona upp og tengja alla þessi umræður sem við erum í núna og en maður langar svo mikið, er þetta svar fyrir þig? Langar svo mikið að tengja það sem þú ert að segja, þetta er svo mikið kjarnaatriði og tala aðeins meira forvarnirnar og þú að venda á hvernig þetta hangir allt saman, bara svo ég takk tvö dæmi úr mínum raunveruleika, að ég fylgist mjög vel með því sem er að gerast í streitu í heiminum í dag og þeir sem eru framalega þar, fyrir utan Bandaríkjamenn sem eru alltaf framalega í svona, það eru Svíar og það eru Hollendingar og þeir sérfræðingar þar, þeir stíga fram á hverjum einasta fundi núna og segja það sem þú sagðir. Það er gott að hjálpa einstaklingnum en þeir verða að gera kerfisbreytingar og þeir eru að sýna kostnaðartölur þetta. Verður að gera kerfisbreytingar og ef maður fylgist með rannsóknum á stjórnun í heilbrigðiskerfinu sem er annað heitt efni að þá segja þeir, það er lykilorðið í umræðinu núna, það er það sem heitir á enskunni implementation.
sem að ég held að megi þýða útfærsla á íslensku. Það búin til markmið, það ákveðin aðferðafræðin, en það breytist ekki neitt. Á ég taka dæmi, það allt fullt á Landspítalanum í dag. Hvað hefur heyrt þetta lengi? Það fullt af áætlunum, en það svo það gerist ekki, og þetta heitir implementation, það komið fræði í kringum þetta. Hvernig maður komi markmiðum í framkvæmd og hvernig gerir maður það, ef maður segir það á einfaldan á, með kerfisbreytingu. Þannig að þú ert með svo mikilvæga punkta þarna og þarna felst einhvers konar möguleika á umbótum og forvörn. Já, það einmitt oft velti fyrir sér, ég þunglindur eða bara heimurinn ömurlegur, er þetta ég eða er þetta umhverfið? Er það þú sem kennir á þessu erfiðu spurningar? Gjörðu svo vel, það láta mikilvæg Nei, hérna. Ég ætlaði bara að fá að koma með eina vangaveltu, kannski kasta á spurningu í leiðinni. Það búið að vera rosalega gaman að hlusta á ykkur, af því að þetta rífur svolítið upp á manni augun og mín spurning eiginlega, þetta tvennt. Þið erum annars vegar að tala kerfisbreytingu, en ekki kerfisbreytingin kannski hlutaði, mér finnst við hafa verið að tala lausnina, að kenna okkur ekki bara hlusta, eins og þú segir, heldur líka að kenna okkur að tala saman. Skömmin að því að þú ræðir ekki, það tabú. Það eitthvað sem maður má ekki tala og ég held að eldri kynslóðir Íslendinga, það rosalega mörg tabú. Ég ekki sonur pabba míns eða ég utan hjónabands eða það ofboðsleg skömm, það ekki hægt að ræða málin fyrir dánarbeðinum. Þá opnast það og verður til einhver sprenging. En bæði það að kenna okkur að hlusta og kenna okkur að vera opnari í tjáskiptunum, tala meira saman. Ég held að þessi meiri einmannaleiki í allir þessari tækni, við erum ekkert að tala saman. Það hver og einn á sínu stað, einn að tala og hann ræður hvort hann fær svar eða ekki. Og það ekki víst að hann fái heldur svar. Það ekki samskipti. Þetta svona eins og standa á predikunastóli og svo endar þetta bara í polariseringu. Ég ekkert að hlusta á þig, þú ert ekki sammála mér. Og mér finnst þið bara að hafa verið að nefna lausnina. Kerfisbreytingi kannski getur verið að bara kenna okkur að tala og hlusta. Mér veitir nú ekki að þessu síðasta. Það eitthvað sem bæta við? Nei, bara taka undir það. Það tengist því sem ég var að ég vildi segja með þennan einmannaleika í tækniheimi, að það er frábært að tæknin hefur gert okkur kleift að eiga samskipti við fólk allan heim og ég fór sem skiptinemi fyrir 23 árum og þá skrifaði ég bréf á 2 vikna fresti sem mamma fekk svo 2 vikum eftir það eða eitthvað, þannig að frétt ekki að ég fyrir mánuði seinna að ég var á spítala og eitthvað svona. Í dag þá var ég bara í beinni útsendingu á FaceTime eða eitthvað. Það frábært, en það kemur ekki í stað beinna samskipta af því að við erum búin að vera að tala heilastöðvar, að þá erum við með spegilfrumur í heilanum. Það virkjast þegar við erum augliti til auglitis við aðra manneskju. Þá skynjum við tilfinningar þeirra, við skynjum þá sem manneskju og þá upplifum við tengslin. Þá kemur blessaða mjólkurhormónið sem að síðan Dr. Love endurskýrði sem ástarhormónið, oxytocin, það losnar það við virkjun spegilfrumana. Það kemur ekki á Messenger þegar ég geri 5 broskalla. Það kemur þegar ég horfi í augun á einhverjum og ég mæti henni sem manneskju. Þannig að ég held að það sé bara mjög eðlilegt að við upplifum meiri og meiri einmannaleika því meira sem samskiptin okkar færast í tæki og forrit í staðinn fyrir augliti til auglitis. Við förum ekki lengur út af tækjum, þá förum við ekki lengur í óboðnar heimsóknir. Hver man ekki eftir því að hafa verið dröslað af foreldrum sínum bara allan bæinn og það var bara bankað upp á og vonað að einhver væri heima. Þegar það voru ekki farsímar til að tjekka á því. Í dag þetta skipulagt með 5 vikna fyrirvara og það þarf að þrífa allt og allt að vera tilbúið. Þannig að já, kerfisbreyting en ekki kerfi sem endilega eitthvað bara heilbrigðisráðuneyti þarf að gefa eitthvað út, heldur þetta er samfélagsbreyting og við erum öll hluti af því. Við getum byrjað hjá okkur en það þarf náttúrulega líka þessar kerfis- og struktúrbreytingar, en ég er sammála
sammála þér innilega, þú veist, að þetta líka bara í samfélaginu og í okkur. Ég er með eina vangaveltu hérna, við erum með sem sagt líffræðilega þörf til þess að horfa á einhvern og tala við manneskjuna, en það nóg að vera með bara auglítið gegnum símann? Hefur verið einhver rannsókn á því? Ég held að flestar rannsóknirnar séu sko neikvæðar, að þetta sé nú svona kom ekki í stað fyrir manneskilegu mennsku samskiptin, en ég held, þú gafst mér svo gott leyfi með að halda hluti. Já, svona popular science. Já, að ég held að sko kannski stóri skaðinn í tækjónum sé að það taki tíma frá okkur. Við þurfum tíma til að vera í hennum raunverulegu samskiptum. Ég get tala vel tæknina, ég er í ágætis tengslum við mín fullorðnu börn í gegnum tölvuna, þau hlusta betur á mig að message heldur en yfir eldhúsborðið og ég nýti mér það til dæmis í sambandi við leiðréttingu á stafsetningu og ýmsum ráðum sem ég kem ekki að annars og ég er með marga sjúklingar sem eru mjög einangraðir en mynda tengsli gegnum tölvunar, þannig að það er hægt að tala jákvætt þetta líka, en tölvunar taka tíma frá okkur og tíminn, við þurfum samskipti, þess vegna er ég vonandi einhver hérna fór BSRB, ég er mjög á móti styttingu vinnuvikunar. Ég bara segi það í hreinskilni út á netið sko, vegna þess að það detta allar pásur út yfir daginn. Maður hvílist ekkert á daginn. Maður er bara sprengð þegar dagurinn er búinn og við þurfum bendablönd og slór og reykpásur fyrir utan frystihúsvegginn. Skiljið, við þurfum að tala saman yfir daginn. Meira háms. Háms. Takk, já. Það var svona spurning, gjör svo vel. Takk fyrir, frábært að hlusta á okkur. En ég finnst alveg æðislegt að tala styttingu vinnuvikuna því ég er algjörlega sammála því ég held að þarna tapast mikilvæg samskipti mitt á minnustöðum. En ég var aðalega að mig langa að taka upp þetta viðbótu kerfisbreytingarnar og það er með húsnæðismálin. Hvað margir eru í ofboðslegum húsnæðisvanda, bara annað hafa ekki öruggt húsnæði eða eru við það að missa húsnæði eða ráða ekki við að borga það. Og svo að fixa einstakling sem er annarkvæmt kannski eiginlega heimilislegs eða alveg að verða heimilislegs eða gæta við það og er kannski býr við ofbeldi eða býr við fátækt, býr við einhverja hræðilegar aðstæður og hann er kannski ekki eins og spurður þegar hann fer og það verður að fá aðstoð við andlegum veikindum og það er ekki spurt, ertu staddur í helviti eða skilurðu, í hvernig aðstæðum ertu. En Guð blessi tæknina, segi ég 67 ára gömul, mér finnst þetta æðislegt því að maður nær sambandi við miklu fleiri og ég þekki marga mjög einangraða einstaklinga eins og þú varst að nefna sem þetta er eini möguleiki er oft til að hafa samskipti. Oft fyrsta skrefið í kannski eitthvað frekar. Takk annars fyrir. Svava, vilt þú? Já, ég kannski bara detti í svona meira svona persónulega frásögn hvað ég er aðeins svo þreytt á spurningarlistum. Því að þeir ná svo sjaldan utan hvað fólk er að takast á við. Það sem þú varst að lýsa með allar þessar aðstæður sem hafa áhrif á líðan og svo birtist manneskjan kannski viðtal einhvers staðar hjá fagaðal út í bæ einhvers staðar að segja að þú get ekki hugsað mér að lifa eða mér líður hræðilega. Spurningarnar spyrja að einstaklingsbundnum þáttum eins og hversu mikið hefur hugsað svona síðastliðna 2 vikur en það er ekkert spurt bara áttu öruggt heimili eða ertu með tekjur til að framfleyta þér út mánuðinn og svo framvegis eitthvað svona aðstæðubundið sem hefur áhrif á upplifun og líðan dagstaglega og já, mér finnst vanta svo mikið heildræna sýn í það að mæta fólki sem líður illa og við erum náttúrulega búin að kalla eftir að við getum öll tala saman og það er ég vil líka segja að þetta er raunveruleg þjáning sem fólk er að gangi í gegnum þó að ég sjálf sé að tala fyrir því að við erum kannski þurfum aðra nálgun á geðheilbrigðismál að þá er það ekki að gjaldfella það að þetta er raunveruleg þjáning og angist sem fólk gengur í gegnum. Það þarf alveg svona að stokka upp í hvernig við nálgumst þetta, bæði með þjónustunum sem er til staðar og hvernig við mætum fólki en líka heilt yfir áður en að fólk er komið í þessa krísu þurfum við þessar samfélagsbreytingar sem við erum búin að kalla eftir. Við þurfum að leggja meira áherslu á þessi samskipti og við þurfum að leggja áherslu á þýðingarík hlutverk og iðju þar sem við erum að gera dagstaglega, skipta okkur einhverju máli. Að við finnum að ég tilheyri eins og Tómas nefndi eða það að það sem ég geri skipti einhverju máli að það tekur einhver eftir mér eða ég er að leggja mitt á mörkum. Þetta er okkur svo mikilvægt sem manneskjum, hverju einu.
Þannig að hvort sem það heima í gegnum tölvuna, í gegnum fjárbúnað út af því að þær aðstæður leyfa ekki annað eða í andliti til andlitis, það að finna að það einhverjum ekki sama og ég að skilja eitthvað jákvætt eftir mig okkur svo mikilvægt. Það er kannski ansinn á kulnun, það ekki þetta mikilvægasti þátturinn í kulnun? Ef mann líður eins og það sem maður gera í vinnunni eða í lífinu skiptir engu máli, þá maður líklegri til þess að brenna út og upplifa kulnun. Ég held að við tengjum allt þetta saman að ég alveg sannfærður það ef að við gerðum ungu barnafjölskyldunum auðveldara að eignast húsnæði, þannig að fólk þyrfti ekki að vera alltaf í vinnunni og hefði meiri tíma fyrir samskiptin, að það væri ein öflugasta forvörð sem við getum nokkur stað beitt. Og ég tek eitthvað annað dæmi að fyrir daga bjórsins á Íslandi þá var meðalnotkun mælt svona í 100% vínanda per persónu ári 2 lítrar. Hann núna að nálgast, þá vorum við langt undir Evrópuþjóðunum. Núna hann að nálgast hjá yngstu hópunum 8 lítra, sem eins og bara hæst í Evrópu. Og við tölum þetta með ýmsum hætti. Við viljum tala þetta sem mikilvægt tækifæri til forvarna, en svo aðrir sem vilja tala þetta út frá frjálsræði og viðskiptum. En það víða tækifæri til að gera betur í forvarnum. Og í kulnun, og umræðin kulnun gott tækifæri til forvarna. Og við tölum aðeins þetta í símanum. Og það sem að ég hef lært í streituskólanum að það geta allir talað streituna. Það ekki svo tilfinningarhlaðið. En við erum mjög fljót í umræðinni hvar sem stödd að geta þá fara að tala eitthvað sem tengir streituna eins og hvernig það að koma yfir sig húsnæði og hafa trygga afkomu og svo getur maður líka að tala sjálfsvíg og þungar hugsanir. Þannig að það hefur opnað svona umræðina og því ég nú elstur í hópnum og ég fylgst með þessari umræðum kulnunina á þeim 20-25 árum sem að hún hefur verið mikið meira í umræðu, að það hefur heldur hjálpa til að opna umræðina geðheilsuna. Mér finnst það allavega. Hvað finnst ykkur? Að streita ekki geðveiki. Svolítið þannig. Maður hefur lifið til að segja það, já. Líka, nokkrar spurningar? Já, gjör svo vel vegna þér. Ég með mikrofóninn. Sæl Ragnheiður heiti ég. Takk fyrir, þetta yndislegt að heyra í ykkur. Þú varst að tala Ólafur, að stytting vinnuvikunar færi taugarnar á þér, að fólk hefði ekki tíma til að tala saman í pásunum. Ég að hugsa til styttingu framhaldsskólans sem fyrir framhaldsskólakennari. Ég sá svo eftir þessu ári að því að mér fannst þar vera tækifæri til þess að eins og maður segir á ensku, let your hair down, sem sagt máta svolítið ólíkar leiðir, meira bara vera alast upp í öruggu umhverfi. Mín skoðun sú að við hefum frekar átt að stytta grunnskólan. Þetta kannski af sama meiði, af því nú er að tala slæma andlega líðan ungs fólks. Þetta af sama meiði og þú ert að tala stytting vinnuvikunar, þá er fólk ekki tíma til þess að vera í pásum. Stytting framhaldsskólans, þá er ekki tími til að gera neitt auka. Það er bara þetta sem þarf að drífa af. Já, en finnst ykkur það ekki? Vegna þess að einmitt á þessum árum erum við að búa til tengingar sem ofta endast allt árið og við erum alla ævi segja. Hæ, Úa heiti ég. Takk fyrir umræðuna. Mér langar svo að beina sjónum að uppeldismálum og grunninum og barnæskunni og þessu að börn fá ekki tækifæri til þess að leika sér í skóla, valla, og þau fá ekki tækifæri til þess að leiðast lengur. Við tala push-button generation. Börn fá bara ekki tíma til að leiðast. Og þar að leiðandi verður ekki til þessi sköpunarkraftur sem að maður eftir drullu leiðast, ligga í gólfinu og svo allt í einu fá einhverja hugmynd og fara jafnvel út. Og svo líka þessi tenging við náttúruna, að finna að lífið er alvöru, að kjúklingurinn er ekki bara í pakka í búðinni, heldur þetta er dýr í náttúrunni. Hvar er þessi tenging og hvar er tíminn
mér langar svo að fara þangað, hvað er tíminn fyrir að vera upprétt manneskja bara Spennandi spurningar. Tómas, þú verður aðeins kannski með að verða, ég veit ekki, með ungt fólk, þú sagðir að það er yngri kynslóðin sem hringir frekar í Já, sem leita til skjólstæðingahópurinn er 60% undir 35 ára og sem að við þurfum að bæta af því að við vitum að flest sjálfsvíg eru hjá miðaldra karlmönnum og hlutfallsáhættan er mest hjá eldri karlmönnum en við vitum það til dæmis bara núna kom í fyrra tölur þar sem að það voru 20% krakka í 9. bekk höfðu verið með sjálfsvígshugsanir. Þriðjungur framhaldsskólanema hafði hugsað að það væri betra að vera ekki til og deyja. Þetta er ekki svarið við spurningunni þinni eða svona hugleiðingunum þínum en þetta var svona, svarið við þessu. Eru samanburðartölur? Hefur við spurt þetta áður? Já, en ég bara er ekki með það on top of my head en þetta hefur verið hluti af rannsókn og greining hefur skoðað líðan barna og ungmenna eitthvað síðan í allavega 16 ár og þetta hefur hækkað og við erum bara að sjá sambærilegar tölur núna og í Bandaríkjunum. Það sem ég langar að segja þarna að þegar við vorum svona að tengja þetta við forvarnir er einmitt sem við höfum ekki minnst á og er bara mjög gott að þú talaðir að það er einmitt rannsókn eftir rannsókn sýnir gildi þess að mynda einhverja tengingu við náttúruna og það er sama, ekki alltaf alveg nákvæmlega sama en það mikilvægasta faktorinn er að vera eitthvað út í náttúrunni sama í hvað formi það er, þú þarft ekki að sitja út í eyðimörk og hugleiða en það er að vera út í náttúrunni, vera undir berum himni, fá ferskt súrefni, sjá lífið, gróðurinn, dýrin, ég hef svo sem ekki mikið, get ekki mikið kommentað á tenginguna við dýrin og pakningarnar en ég held að það sé mjög hollt. Mamma var ráðskona bæði á sauðfjárbúi og minkabúi þannig að maður sá hringrásina og ég held að það sé bara mjög hollt fyrir alla en ég hef ekki skoðað mikið tenginguna við geðheilsu en náttúran sem forvörn er bara tæki sem er ókeypis og er bara fyrir utan dyrnar hjá okkur. Þannig að góður punktur. En það er svolítið skrítið að margir koma til Íslands út af náttúrunni og hún er bara að horfa á Esjuna eða fara göngutúr í Vatnsmýrinni eða fara upp í Heiðmörk eða eitthvað svona. Hún er en kannski ekki nógu duglega að nýta hana í þetta. Má ég aðeins segja þetta að svona til að halda þinni umræðu áfram að auðvitað hefur tæknin og hraðinn og tímaleysið ýtt okkur frá náttúrunni og hringrásinni en ég held að við getum sagt að þetta aðeins og séu eitthvað aðeins að slá tilbaka, er það ekki? Að við séum að átta okkur betur á þessu og það er til vaxandi rannsóknir á því sem heitir græn endurhæfing, green rehabilitation, græn endurhæfing, það er endurhæfing í náttúrunni og það er víða hægt að komast í svona prógram og til þess einmitt að ná sér eftir langvinnveikindi, ná sér eftir andleg veikindi og ná sér eftir mjög slæma kulnun, sérstaklega þar og þetta eru áhrifamiklar aðferðir og ekki dýrar meðan við til dæmis lyfin. Er geðlæknar að fara að skrifa upp á útiveru? Já, ég geri það, ég prófaði þetta sjálfur og þetta er mikið notað í streitufræðinum, þetta var mjög áhugavert og gagnlegt og er ekki svona eins og var þegar fölar yfirstéttakonur voru sendar á eitthvað hressingarheimili í gamalli höll utan borgina. Það er mikið virkara og það er oft nýtt náttúrulega hreyfingin en líka þekking á náttúrunni og læra meira náttúrunni og hjálpa fólki að búa til tengingu og þetta er bara mjög ánægilegt að fylgjast með þessu green rehabilitation en þetta sem við byrjum að tala með tengingarnar og samskiptin að eins og speilfrumurnar og hormónur og allt þetta, allar þessar rannsóknir hafa leitt til þess að það eru komnar nýjar kenningar sem eru að stangast á við gömlu kenninguna að svo sterkasti vinni, að svo frekasti sigri.
að það sé dýrmætara fyrir lifun mannskepnun á jörðinni að tengjast, að vinna saman, og þetta hljómar nú ekki framandi, en það er svo ánægilegt að rannsóknir í sálarfræði og læknisfræði og heilbrigðiskerfinu sýni þetta og sanni. Við getum sagt einhver margar sögur af mjög áhugaverðum rannsóknum, og ef þið viljið lesa þetta, það er til dæmis, ég man ekki hvort að Harvard eða Princeton eða Stanford, þetta heitir alltaf mjög svipuðum nöfnum, þetta komið í alla stóru háskólana í Bandaríkjunum, og þetta heitir einhverjum svona nöfnum eins og The Greater Good Centrum. Greater Good Centrum, ef þið sláið sinn og fáið fullt af greinum, og þetta er mjög fræðilegt en mjög aðgengilegt, og það hefur eiginlega bara einn tilgang, og það er að kenna okkur þetta sem þú ert að biðja í umræðinni og er tilgangur fundarins, hvaða samskipti eru mikilvægt og hvaða er mikilvægt forvörn í þessu, og hvað er líka mikilvægt til þess að hjálpa okkur að leita lækninga þegar við erum geðveik. Ekki spurning núna. Ég man okkar, það er kannski samskipti og samskipti, eru samskipti sem eru til samskipti sem eru verri fyrir geðheilsuna? Er það nóg að vera með manneskju fyrir framan þig, eða þarf þessi manneska einmitt að vera með að vera að hlusta já. Er það samt gott að vera í samskipti við einhvern sem er með slæm samskipti, eða er það verra? Ég veit ekki alveg, sko, ég meina það er til margar útgáfur af slæmum samskipti líka. Það er eitru jákvæðni, það sem að mannskja myndi vera að hlusta á þig og segja svo bara, hvað, þú veist, margir sem hafa það verra, eða látt ekki svona, þú mynd nú sigrast á þessu, eitthvað svona. Það hætti að vera þunglindur. Það sem að skýr bara í gegn að viðkomandi er ekki raunverulega alveg með þér að hlusta, heldur meira svona með einhvern hjúp, og finnst óþægilegt umræðuefnið, vill ekki hleypa sér lengra, hendi fram með einhverju til þess að bara svona sveigja umræðuna annað. Tökum upp léttara hjal. Þetta finnst mér augra kannski einhverju sem ég hef ekki sjálf gert upp, eða bara, minni mig á einhverju vanlegan. Mér finnst þetta allavega eitthvað óþægilegt. Þannig jú, vissulega til alls konar óþægileg samskipti sem eru ekki hjálpleg í þessum aðstæðum. Ég meina, ef við erum til dæmis í krísu og takast á við andlegar áskoranir, finnumst við vera ein og enginn skiljum hann, taka svo upp þráðinn að tala við eitthvað sem að hlustar ekki, eða fyrir að gefa alls konar ráð, eða lokar á mann á einhvern hátt. Það getur náttúrulega illt undir aftur. Ég er ein í heiminum, það er enginn sem skilur mig, einmannaleikin eykst. Ég reyndi þetta, nú er allt úti, sko. Þannig að vissulega geta samskiptin verið verri ef við erum að mála dökka með sviðismið. Afsakið það. Já, mann þarf að vita hvað er gott. Má ég nefna tvennt samskipti, að sko, það er ein kenning af hverju streitan kulnun er að auka svona. Við vitum það ekki. Ein kenningin er að það sé vegna tækninnar. Önnur kenning er að það sé vegna þess að í nútíma samfélagunum séum við í samskiptum orðin meira sjálfmiðuð. Og það eru til sálfræðilega kenningar á bakvið það hvernig sjálfmiðun í samskiptum auki streitu. Það er álag. Þetta er bara mjög áhugavert. Og við sem erum að eldast við kannski, ég þorum ekki að segja yngri kynslóðirnar eru sjálfmiðaðir, en það er kynslóðabil og það er munur á hvernig við nálgumst hlutina. Og hitt sem við datt í hug með neikvæð samskipti, erfiðasti geðsjúkdómurinn, bæði af því að hann er algengur og dýr og skapar mikla þjáningu, það eru fíknisjúkdómarnir, og það gleymist stundum. Og hvað er erfitt við fíknisjúkdómana? Jú, það er samskiptin eru ónýtt. Það er erfitt að eiga samskipti við hann sem er í fíkninni. Það er einn af þeim sjúkdómum sem truflar samskipti mest. Ég var eins og með sjúkling, unga mann með geðklofa sem er talin alvarlegasti geðsjúkdómurinn, og svona smá saga samskipti. Og hann sagði, hvernig finnst þér þetta? Þegar ég á svolítið erfitt með að vera svona mikið einn, og ég segi oft við fólk á biðstofunni, við vorum að ræða þetta með samskipti, ég segi oft við fólk í biðskýlinu eftir sporvagninum, þetta var úti. Mér finnst alltaf sniðugt að segja, gott kvöld, ég er með geðklofa. Hvernig virkar það, sagði ég. Það stundum virkar að alveg fella illa, en stundum verður fólk bara dálítið forvitið. Þetta var svona stuðmeðferð, sko. Og ég get sagt ykkur endalausar sögur af fólki með alvarlega geðsjúkdóma sem er bara mjög gott í samskiptum. En þeir sem er í fíkn, þar eru samskiptin ónýtt.
og það það sem gerir fíknisjúkdóminn svo truflandi og alvarlega. En það virkilega dæmi neikvæð samskipti. Já, það tvenn. Það líka, já, hversu vel? Ok, ég skal vera snart. Ég þakka ykkur öllum fyrir mjög góða umræðu og fróðleg innlegs erindi líka. Ég var bara að hugsa þetta með samskiptin líka og vandræðin sem að geta verið svo margs konar í tengslum þau. Ég er líka tölverðar áhyggjur af nú kemur það maður áhyggjur af ástandi heimsins af þessari skautun sem ágætt íslenskt orðið polariseringu sem maður sér út allt og þú veist við náttúrulega sem erum að fylgjast með kosningum í Bandaríkjunum við erum náttúrulega miklar áhyggjur af ástandinu þar. Ég var í dag bara að tala við kollega umhverfismál og þá allt í einu þú veist vorum við fann að segja þú veist já en hann er svo svona og henni finnst þetta þau ná ekki saman þú veist við erum bara það alveg sama hvað við erum að tala oft á tíðum að við náum ekki saman hvernig hvaða áhrif hefur það á þá veljum við okkur líka þennan bergmálshelli sem við erum í ég held að það sé svo hættulegt það er svona ef við getum eitthvað svona aðeins velt þessu fyrir okkur með hjálpa mér að skilja þetta eða hvernig við getum fundið lausn á þessu hvort þetta sé bara allt í lagi ég held að þetta sé ekki í lagi ég held einmitt en já, svo var hitt líka sem ég langaði aðeins að spyrja og þakka Pétur samtökunum fyrir þeirra góða starf en ég var að hugsa svona þegar ég er með þessu mikilvægu vinnu nú erum við orðin svona fjölmenningarlegt samfélag erum þið með til dæmis eða er það á þessum hjálparstöðum er tekið á móti getur fólk talað alls konar tungumál sem sagt þegar þið með svona fjölbreytta móttöku þetta er tvennt sem ég langaði að vita já, skautun kannski fyrst sem sagt er skautunin að gera okkur geðveik eða er það kannski hollara fyrir geðheilsuna að vera í bergmálshelli eða eigum við að vera í fjölbreyttari samskiptum hvað segir þið? Já, kannski bara meðan allir eru að reyna að hugsa eitthvað gáfulegt svar þá ætla ég að koma bara með eitt lítið komment að þú sagðir mitt að maður velur sér bara sinn bergmálshelli en svo er það sem er svolítið kannski ókveikjandi líka því að við höfum verið að tala tæknina og þróunina að það er líka bara oft ekki við sem fáum að velja okkar bergmálshelli heldur eru það algoritmar stórfyrirtækja sem að ýta og ég held að það ýti svo undir þessa skautun þú veist að við fáum ekki lengur jafn mikið af upplýsingum sem stangast á við okkar sjónarmið og við vitum það bara mannskepnan við erum með innbyggða staðfestingarhneigð og þú veist það er ekkert skammaryrði, þú veist við erum öll með hana en tæknin hefur gert okkur kleift að næra hana og svona þurfa ekki að horfast í augu við hana og og ég hef ekkert ég er bara hjartanlega sammálaður, ég held að þetta hafi mjög slæm áhrif en ég hef ekkert gáfulegt til að styðja það annað en það bara, ég ætti kannski að nota ég held orðin að það ýti náttúrulega undir bara að samskiptin eru svona persónulegri við dæmum hraðar fólk sem ósammála okkur á annarri skoðun og eins og þú varst að tala með að óhjálplega samskipti þú veist að þegar við erum fáum höfnun eða við erum dæmd það lætur okkur líða illa við viljum ekki vera dæmd en við erum rosalega fljót að dæma núna alla ef að þú ert ekki sammála mér þá ertu fáviti og það það getur ekki verið gott fyrir geðheilsuna en ég hef enga rannsóknir til að bakka það upp það verið sem sagt að taka þessa þörf okkar til þess að belonging, tilheyra og nota hana til þess að selja okkur eitthvað og þessi bergmálshellar myndast þá er maður að finna sitt fólk og kannski tilheyra einhverjum hóp en það er bara verið að minnst okkur út við fáum þetta ekki í samfélaginu í dag það
eitthvað. Við tilheyrum ekki það er það sem skautunin gerir. Já. En skautunin, það er reynda til mjög miklar rannsóknir á sko áhrifum mismunandi aðstæðna fólki í samfélögum hvað varðar heilsu. Og það er kallað health gradient og það er bara einfallega þannig að þeir sem eru versettir, þeir fá minni þjónustu og verri og eru með lélegri heilsu. Þannig að það er bara, og við vitum á Íslandi er misræmi í milli landsbyggðar og Stóra-Reykjavíkursvæðisins. Við vitum að það er misræmi á milli ríkra og fátækra og við vitum að það er misræmi á milli, ef við viljum tala þannig, líkamlega sjúkdóma og andlega sjúkdóma. Það er öðruvísi að hafa krabbamein, eins og þú segir, heldur en þunglyndi, það er öðruvísi tíska í sjúkdómunum. Hin spurningin þín, svo ég fái aðeins að það er sko með misgóðum árangri þá allstaðar þar sem ég hef unnið, sem hefur bæði verið bara á geðsviði Landspítalans, á einkastofu og hjá Pieta, þá tökum við það á móti öllum, sama hvaða tungumál þeir tala. Þá ýmist fer meðferð fram á sameiginlegu tungumáli meðferðaraðila og skjólstæðings eða það er fenginn túlkur. Það er gert bæði upp á spítala og kvíðameðferðarstöðinni og hjá Pieta og í svona worst case scenario þá er notuð símatúlkaþjónusta. Hún er ekki, já, bara takk, þá þurfti ég ekki að segja það. Hún er ekki góð og ýtir ekki undir góð tengsl og nánd í samskiptum en þú veist, auðvitað er bara gert unni með það sem við höfum og við náttúrulega bara höfum ekki meðferðaraðila sem að tala öll tungumál eðlilega, þannig að það er reynt að finna lausnir en það eru allavega eins og hjá bara, svo ég tali fyrir Pieta, að þú veist, það eru allir eru boðnir velkomnir. Já, bara hugsan þegar þessi símtöl sem á nóttunni. Já, þau geta verið challenging. Mér langar pínu að hoppa inn í bara byggt á starfsreynslu tengt þessu aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu og þegar við erum mögulega af erlendu bergi brotnu eða öðrum menningarheimum eða jafnvel erfitt að koma í orð þar sem við erum að upplifa. Sú þjónusta sem er í boði í dag gerir þá kröfu að við getum einhvern veginn lýst vel hvað er í gangi. Hvort sem það er upplifanir, ég heyri hluti, ég sé eitthvað eða svartnætti eða erfiðar tilfinningar, að krafan er svo að ég þurfi einhvern veginn að geta komið því vel og skilmerkilega í orð. Og svo ekki nóg með það, þá eru líka með þjónustu sem að byggir á svona vestrænum menningarheimi og túlkun, þar sem að áherslan er mjög einstaklingsbundin, einstaklingshyggja og kapitalist samfélag. Þannig að hafandi sjálf mætt fólki og kynnt mér geðheilbrigðismál kannski annars staðar frá, að það er alveg hægt að nálgast þessi mál með öðrum sjónarhornum heldur en það sem er í gangi hér. Við leggjum að mínu mati of mikla áherslu á einstaklinginn. Við erum ekki að horfa á heildina, við erum ekki að vinna jafn mikið með fjölskylduna, tengslanetið, þýðingu, jafnvel á milli kynslóða. Og það er kannski ekki markmið að við séum öll sjálfstæð. Í raun er það ekki, það er eiginlega bara gefið að í gegnum lífsferil okkar allra að við munum þurfa á fólki að halda, við munum þurfa á stuðningi að halda einum eða öðrum tíma. Og það er mjög skrítið markmið ef við erum að tala geðheilbrigðismál að við þurfum einhvern veginn öll bara að vera reiðubúin að standa á eigin fótum, sjálf, ein og óstudd og það sé svona yfirlýsta drauma staðan. Og meðan að draumurinn ætti miklu frekar að vera að við finnum að við tilheyrum og fungerum og ég styð þig og þú styður mig og þetta er svona einhvern veginn flæðandi samfélag og samband þar sem að það munar hvern einstakling í því. Þannig að ég myndi miklu frekar nálgast að það, þannig að ég alltaf tengja við umræðina að þurfa að koma líðan í orð á íslensku eða ensku eða pólsku eða fá túlk. Það er svona algengasta geðheilbrigðisþjónustan hérna í dag. Já, mér langaði bara að grípa þetta með fíknisjúkdóma. Það er svo rosalegir ennþá því miður fordómar í þjóðfélaginu og þeir að tala um tengsl og það er í umræðinu núna innan samfélagsins sem er að halda utan fíkla að andstaðan við fíkn séu tengsl og mér langar að tala um fyrir þá sem ekki vita sem ég finnst bara að vera bylting 20. aldarinnar 12-spórasamtök af því þar er lækningin tengsl þar eru það tengsl
En það er engin staður á Íslandi í dag sem gefur þessi tengsl eins og A-samtökin, Al-Anon-samtökin, öll þessi tólsporasamtök fyrir ungt fólk, fyrir fólk undir 16 ára aldri. Og það finnst mér vanta og ég var alveg til að heyra hvort að það sé eitthvað sem að þið sjáuð sem bata þróun fyrir unga fólkið, eða væri mynduð einhvers konar samtök eða staður þar sem að ungt fólk, jafnvel fólk sem er ekki komið í neyslu, sem finnur fyrir fíknivanda en er ekki byrjað í neyslu, hefur engan stað og engin tengsl. Þetta er alveg örugglega mjög mikilvægt og það eru reyndar, eins og þú þekkir örugglega mismunandi fundir í samtökunum og ekki fyrir þessar svona allavega yngstu eða ungt fólk, en viðbrögð læknisfræðina hafa verið að það er að mynda sérhæfing í unglingalækningum. Við erum alltaf að sjúkdómsgera, ég er alveg meðvitaður það. Mótilið að læknisfræðin hefur samt ágætt til þess að nálgast svona flókna hluti og þegar maður hlustar á þessa sérfræðinga sem eru oft lyflæknar eða fíknilæknar eða geðlæknar, þá eru þeir að tala svona eins og þú, að það sé búna til einhverja þannig aðstæður að unga fólki geti komið inn í eitthvað sem getur verið þá stuðningur í félagslegri þjálfun. En ef við erum ekki að sjúkdómsgera, þá er það einmitt þetta sem gerist í skólunum, og maður tala um það, og í íþróttunum og með fjölskyldunni og með pappa og mömmu og með afa og ömmu sem eru öll að vinna og hafa ekki tíma, eða í tölvunum. Nú er ég svolítið neikvæður. Já. Eitt sem datt í hug þegar ég tala um þetta, ég hlusta á konu sem er mjög inn í þessu læknir, hún er svo hörð að hún skiptir krökkunum í tvennt til að koma inn á, hún er svona meðferðarstað sem er svona blanda af stuðningi og endurhæfingu og lækningum ef að krakkarnir er orðin geðveik. Hún spyr þau, notið tóbak? Okkur er gengið vel að minnka tóbaksneyslu hjá ungu fólki á Íslandi. Og hún skiptir bara honum í tvennt, hún segir það bara hefur afgerandi áhrif á horfur krakkana. Þeir sem eru að nota tóbak, þau eru miklu líklegir þess að fara í alvarlega fíkn. Þetta er alltaf sami einhvern veginn heila mekanismin, sko. Já. Takk fyrir að nefna þetta. Já. Já. Fyrir að tala svo áhugaverða hluti, sko. Þetta með fíknina, þetta er líka spurningum, sko, það frábæra þessi tólsporasamtök fyrir þá sem að treysta sig til að vera edrú, en svo náttúrulega komin heilmikið hreyfing með skaðamingandi, það sem er svo mikilvægt að það er þessi mennskun sem oft þeir sem nota fíkniefni, þeir eru afmennskaðir, þú veist, allt í einu eru þeir ekki bara, eiga þeir ekki séns, en ég held að sé svo mikið spurningu viðhorf að maður afneiti ekki alltaf fólki og maður reyna að leiða fólk hvort sem það er í neyslu ekki eða að reyna að hætta eða hvar sem það er stað, að maður geti að það hafi stað. Svo langar maður líka með unga fólki að nefna að bergja headspace. Ég held að það sé dálítið góður stað fyrir ungt fólki sem að já, það getur fengið að tala við einhvern og gjaldfrjálst. En mér langar svo rosalega að koma að með kulnunina, hvort að hún hafi aukist svona eða hvort að það er af því að fyrir nokkrum árið þá var ekki talað um svona burnout eða kulnun, þú veist, heldur voru allir greindir með einhverja geðraskanir. Að getur ekki verið að eitthvað þarna hafi yfirsést í þessum kulnunarmálum og fólk kannski fengi einhver aðra greiningar. Þeir eru kannski bara búið að klára sig, þú veist, hvort það er náttúrulega að vinna einkalífið eins og þannig yfir hvort tveggja það ekki. Má ég svara þessu? Já. Þetta er hluti af mikið stærri umræðu sem er greiningakerfin og þau hafa verið gagnrýnd, þau eru mjög flókin og það sem hefur gerst á síðustu 15 árum, 20 árum er að skilmerki flestra sjúkdómanna hafa verið víkkuð. Með góðri hugsun að reyna að ná til fleiri til þess að geta beitt forvörnum, en kannski höfum við gengið á langt, farin að sjúkdómsgera mikið og við leysum það með því að tala um að hann og hún sé á rófinu. Þannig að maður getur verið með geðhvörf og maður getur verið á geðhvörf á rófinu sem heitir á enskunni spectrum disorders, það er samsagt disorders. Þannig að svona er þetta með kulnunna og við erum svolítið í vandræði með það með greiningarnar, læknisfræðilegu greiningarnar á kulnun, en ef ég segi bara eins og við hugsum þetta, við sem erum að vinna mikið með þetta, þá er fyrsta stig streita sem við öll þekkjum og það lagast ef við hvílum okkur. Einkennin eru þreyta. Svo er annað stig sem er kulnun sem heitir burnout á ensku, sem er lýsing eiginlega úr vinnusálfræði
sem að flest hérna inni þekkja allavega mildari stigin. Svo geta það verið frekar alvarleg eða meiri breytt í því, en þetta er lýsing, ekki sjúkdómsgreining. Fólk tekur ekki eftir því. Þetta er bara lýsing á ástandi. Svo er eitthvað sem heitir sjúkleg streita sem getur haft ýmis nöfn. Eins og til dæmis, við köllum það bara sjúkleg streita á íslensku, en heitir á enskunni exhaustion disorder, þreytu sjúkdómar. Þetta heitir síþreyta á íslensku sem er frátekið fyrir gigtsjúkdóm. Það er tiltölulega sjaldgæft fyrirbæri. Og í þessum fyrstu stigum streitukerfinu, það er bara hvíld. Og hún er mikilvæg vegna þess að þegar við hvílumst þá fer í gang hvíldarhormón, ekki streituhormón, sem er enda líka framleitt í nýrnahettlunum. Og það fer ekki almennilega í gang fyrir við hvílumst eða erum í samskiptum. Og það er bara eins og besta yngingameðal. Það bara er svo vefja verndandi. Svo í kulnunni, þar er í raun og veru ráðið að finna út hvað er að stressa mann. Er maður að gera mikið eða er eitthvað að í systeminu sem við getum breytt. Og þar erum við að reyna að færa áherslunni yfir að gera systembreytingar heldur en að horfa mikið á einstaklingin. Það er enginn að tala lyf. Svo er maður komið þennan litla hóp sem er með sjúklega streitu. Það reynir maður að forðast lyf af því að heilin er komin í mjög viðkvæma stöðu. Maður er eiginlega orðinn heilabilaður þó það sé viðsnúanlegt. Þar er aðaltrykkið að reyna að vernda samskipti, vernda tíma, fá fólk til þess að hvílast. Og stundum lyf svona til þess að fá fólk til að sofa og svona til að hjálpa til, en það er alls ekki áhersla á því, mikið meiri áhersla á samtalsmeðferðum. Þannig að það er mikilvægt að segja þetta. Og svo ég segi eitt að lokum að eins og þetta er oft vonlaust hjá fólki sem er í svona stöðu vegna þess að þetta tekur svo óheyrilega langan tíma að ná batanum, sérstaklega maður er orðinn alvarlega kulnaður eða leiðinn í sjúklegu streituna. En horfurnar eru mjög góðar. Flestir ná sér bara mjög vel. Það bara tekur alltaf langan tíma sem er erfitt fyrir Íslendinga. Já, ég þarf að sem fundarstjóri hef ég alltaf sett fyrir sem skipuleggjandi hef alltaf sett fyrir fundarstjórunum að koma með smá samantekt einmitt þetta leyti og núna er ég að gera mér grein fyrir hversu flókið og snúið það getur verið. Já, sem sagt við erum ekki búin til fyrir nákvæmlega samfélagi sem er svona þessum samfélagið er að ætlast á okkur og það er margt í boði sem við getum gert til þess að laga það. Það myndi að tengjast fólki meira, ekki satt, og svona auka samskiptin, vera tilbúnar að hlusta, tilbúnar að segja frá svona einlagan máta, vera forðast þessi tabú sem við erum með það, auðvitað að segja það en að gera það vissulega. Það er hérna, komið þið með eitthvað. Eða einhver úr salnum sem hvað eru þið að taka með ykkur heim á þessum fundi? Mér langar kannski að spyrja, þú veist, við erum mjög áhugaverðar umræður og gaman að hlusta, en ég hef mjög miklar áhyggjur af unga fólkinu okkar og líka af gamla fólkinu okkar. Og ég held að unga fólki okkar geti verið ótrúlega mikið einangrað þó svo að þau séu sko bara í góðum fjölskyldum og þú veist, þau eru bara ótrúlega einhvers staðar inn í herbergi í símanum sínum eða í tölvunni. En svo langar mig líka, þú veist, við erum bara 400.000 manna samfélag. Við hljótum að geta tekið á hlutunum og við erum svolítið bjartsýn hvernig við tökum þetta áfram. Og þá langar mig svolítið að spyrja svona ykkur sem sérfræðinga, hvað eigum við að gera? Hvað myndir þið ráðleggja til þess að gera kerfisbreytingu sem að bara við venjulega fólkið getum gert til þess að stuðla að betri geðheilsu í samfélaginu okkar? Allt er mögulegt, þinn ég halda, þú þurfum ekki að lesa. Það er hægt að segja margt þetta. Já, það er bara einmitt hvaða vingil maður vill taka þarna. Sko, út frá bara geðheilbrigðismálum almennt, þá held ég að það sé, þú veist, ótrúlega mikilvægt sem að, held að við komum út frá því að umræðan eru opnast sem er frábært og bara mesta framfaraskref líklega í geðheilbrigðismálum.
sem átt sér stað, en vandinn að það einmitt búið að sjúkdómsvæða vanlíðan, það búið að sjúkdómsvæða kvíða, það búið að sjúkdómsvæða depurð, kvíði ekki sjúkdómur, depurð ekki sjúkdómur, sorg ekki sjúkdómur, okkur má líða illa. Ef að fólk ekki, ef grunnþörfum fólks ekki mætt, þá bara á þeir að líða illa. Bara, þú veist, það eðlilegt, það ekki sjúkdómur að líða illa þegar þú ert ekki með öruggt húsaskjól, þegar þú ert með áhyggjur af því að ná endum saman. Það mennst að líða illa í þeim aðstæðum og það þarf að mæta þeim grunnþörfum. Þannig að sko, kerfisbreytingin mín til að svara þessu myndi ekkert snúa að geðheilbrigðismálum, heldur snúa að því að búa til samfélag sem mætir grunnþörfum fólks. Það væri mín. Svafa? Já, ég teki saman með og Tómas að þetta snýr að mennskunni, hvað í eðli okkar, hvað eigum við sameiginlegt, hvað okkur náttúrulegt að gera. Þetta ekki birtingarmynd þess að við séum bara sífellt fleiri veik og það sé eitthvað að okkur sem fólki, heldur miklu frekar þessu samfélagi sem að byggt hefur verið. Og ég held að ef við myndum hafa rými til þess að fókusa á það sem gerir okkur mennsk, það sem að sameinar okkur, ef við erum að tala skautunina sem áðan kom fram, það sem við eigum sameiginlegt, það sem að gefur okkur eitthvað dagstæðilega, það sem nærir andan, það sem að okkur við skipta máli í lífinu, það sem við hugsum þegar ég fer á þessari jörð, þú veist, hvað vil ég hafa gert, hvaða tengingar vil ég hafa átt, hvaða afurðir vil ég hafa skilja eftir mig eða sambönd eða fólk eða breytingar til góðs. Ég held að það sé svolítið kannski áherslan og við getum öll velt meira fyrir okkur, hvað gerir mig mennska, hvað gerir ykkur hinn mennsk, við eigum ótrúlega margt sameiginlegt, það miklu meira sameiginlegt okkar á milli, jafnvel þó að við kjósum öll ólíkt eða erum með ólíkar skoðanir gagnvart kannski áherslum svona á stóru myndinni, þá held ég að mennskan sé það sem að við getum kannski fókusað á. Ólafur, að lókum. Já, takk fyrir spurninguna, en mér langar til að þakka ykkur náttúrulega fyrir komuna, en þakka ykkur fyrir að leyfa okkur að tala út frá þessu jákvæða. Við hefum getað tekið kvöldi að ræða þetta ömurlega, hvað aðgengi slæmt að geðheilbrigðisþjónustunni eins og þetta en það betra að tala svona þetta finnst mér, og við eigum að vera bjartsýn. Það hvergi, ef maður horfir á þetta og tróðum læknisins, það hvergi meiri tækifæri á forvörnum en einmitt saman til geðheilsuna. Geðsjúkdómar eru algengir, þeir eru dýrir, þeir snert okkur öll. Það alvarlegu geðsjúkdómar í hverju fjölskyldu, við annað þriðja hvert okkar þarf að gera meðferð að halda einhvern tíðan á ævinni, hvort sem það nú lifið eitthvað annað. Og ég held að ef við hugsum samfélagsgerðina og sumir vilja þá fara út í pólitík til að breyta henni, sem bara mjög áhrifaríkt. Ég myndi ekki þóra því, en það var mikil áhrif þannig. Við getum hugsað þetta með þessar rannsóknir að sameiningarkrafturinn dýrmætur, mildin mikilvægar en harkan og fjölskyldan, eldhúsborðið og þeir sem eru í kringum það kjarnmynd og þar erum við. Þannig að það gefur okkur betri líð en að finna við sem þó að vinna í því að gera það sem við getum í þeirri dýrmætu einingu. Nú ef einhver veikur og ekki lengur í vanlíðan, þá náttúrulega mikilvægt að við séum opin það og leitum eftir aðstoð, en það þrátt fyrir allt eru meðferðir hafa batnað mikið við geðveikinni og hægt að gera mikið. Og ef ég bara segi eitt að lokum, af því að þið sjáum mig hérna sem streitusérfræðing kannski, en ég búin að vinna alla starfsæðina með mjög geðveiku fólki. Hvað hefur það gert við mig? Veistu ykkur, það ekki svolítið áhuga? Það hefur verið bara mjög fróðlegt og ég er að undirbúa starfslokkinn eftir einhvern áskoð sem leyfir mér að tala svona. Það hefur gert mér bjartsýni. Ég hef séð svo mörg kraftaverk. Þannig að það líka gott að tala um þetta svona. En ég alveg sammála ykkur öllum þetta, hvað samfélagsgerðin skiptir miklu máli. Já. Þannig að við byrjum á kerfisbreytingunni bara með því að vera góðir hvort annað og hlusta á hvort annað og tala við hvort annað og ekki fara í robotkassan í krónun, heldur fara í röðina og tala við, spjalla við manneskuna á kassanum og taka ykkur pásur og hangsa í vinnunni.
Má ég aðeins, Já. það snerti mig hérna það sem að Ólafur Þór var að tala sko hvað hefði gert með hann. Ég held að það hefði gert hann betri manni og ég held að það hefði bætt geðheilsuna hjá honum. Ég átti erindi inn á skrifstofu SOS barnaþorpanna í Hamraborginni í Kópavogi í dag og þar hitti ég konu sem var að koma með 3 mánaða son sinn. Hún í barneignarleyfi og var að sýna okkur hinum að. Og það var svo rosalega merkilegt að hann eldi alltaf augnaráðið öllum. 3 ára pjakkur, opbáslega svona 3 mánaða segi ég. Og það sló mig alveg rosalega þegar voru að tala hérna, Tómas var að tala hérna augnsambandið. En ég held einmitt að, og þar hangir upp á vegg, ég bara sá það fyrir tilvílun, var eitthvað tilvíðun í Dalai Lama. Hann talaði sko að hvað vildu skilja eftir, þú varst að nefna það, þegar við færum hérna á jörðinni, að þeir sem hafa gert eitthvað fyrir aðra en sjálfa sig, þeir hafa gert gott þegar þeir fara og þeir hafa líka gert sjálfur sig gott. Mér fannst þetta bara alveg mögnuð speki. Ég hef aldrei kynnt mér neitt með Dalai Lama, þetta bara ég hekkaði upp á vegg sko. En ég held að hérna, ég sé að þið brosið öll sko, ég held að sé að þið gerir svo mikið gott. Sælir að gefa en að þykja, þetta er klassíska. Akkúrat. Já, viskan að finna alls staðar og hún öll eiginlega svo sama. Áður en að ég slíti þessum fundi formann vil ég þakka ykkur öllum sérlega fyrir að koma hingað og bara deilt frá ykkar reynslu og þekkingu með okkur og ykkur öllum að mæta hingað í dag og þeir sem horfið á þetta annarkvort bara núna live eða seinna meir að þakka ykkur líka fyrir. Ég vil líka nýta tækifærið og minna á næsta fund sem næsta miðvikudag klukkan 17:30 og þá ætlum við að líta svolítið gagnrýnið á stöðu kynjajafnréttis á Íslandi. Þetta markmið sem við höfum náð og búið. Við höfum búin að ná kynjajafnrétti á Íslandi. Við ætlum aðeins að líta nánar á það mál og við fáum til okkar Tatjanu Latinovic frá Kvenréttindafélaginu, Brynju Elisabeth frá HÍ og Sigríði Dúnu, prófessor emeritus og fyrrverandi alþingismann. Svo vil ég líka endilega fá að vita hvað ykkur fannst fundinn. Það hægt að skanna hérna QR-kóða sem hangir á veggnum. Það eru spurningar svona geðheilbrigðismál og bara almennt fundinn. Þannig að ég bara þakka ykkur öllum kærlega fyrir.